Nákvæm eftirlíking af tunglferju verður smíðuð hér á landi, líklega á Akureyri og komið fyrir við könnunarsafnið á Húsavík. Gangi allt eftir stefnt að því að tunglfarið verði tilbúið til sýningar árið 2019 en þá eru 50 ár frá því að þeir Neil Armstrong og Buzz Aldrin lentu á tunglinu. Tunglferjan mun án efa vekja mikla athygli á Húsavík og draga til sín ferðafólk. Tunglferjan sjálf svona það bil 5x4x4. Það að segja þessi bróður partur af henni en þar fyrir utan náttúrulega ýmis búnaður og lendingafót, tvættur og annað sem að kemur utan á. En unitið eða stikkið í miðjunni þessi stærð 5x4x4. Þannig þetta mikið mannverki. Þetta töluvert mikið mannverki og kallar á sérstaka byggingu utan þetta líka. Þetta það stórt að við komum þessu ekki inn í núverandi safn. En þið ætlið að koma þessari eftirlíkingu fyrir við hliðina á safninu eða hvað? Já, það verður hluti af safninu og verður krúnudjásnið væntanlega og ekki síst út af tenging okkar við þann mann sem fyrstur flaug svona ferju á sporbaugum jörðu, Rusty Schweickart sem var hjá okkur í sumar sem leið og dyggur stuðningsmaður og líst vel á þessar hugmyndir okkar. Maður þarf alltaf að setja sjálfur spurningamerki við sínar hugmyndir en þegar maður fær stuðning frá manni eins og Rusty Schweickart sem fyrstur flaug tunglferju til verkefnisins og býr í segli þá auðvitað eflaust við allir feðgar. En þessi ferja, hún náttúrulega merkileg, þetta fyrsta ferjan sem fer á aðra plánetu. Jú, það það sem þess vegna erum að horfa á þessa tunglferju sem slíka. Maður gæti hugsað sér einhvern annan grip eða eitthvað svoleiðis. En það að þetta litla faratæki skuli flytja mann, human being, yfir á aðra plánetu, yfir á tunglið, það auðvitað svo stórkostlegt að við viljum sýna þetta sem hlut af okkar könnunarsögusafni. Nú bara einföld spurning, hvernig föttuðu upp á þessu eins og sagt Við erum að setja í rauninni í samhengi þarna tvær sögur. Húsvíkingar og þingjangar hafa lengi haldið á lofti sögunum Garðar og Náttfara. Garðar var fyrstur til að fara hringinn Ísland á sínum tíma og sigla hringinn og komast að þetta væri eyja. Og við vorum hér með hjá okkur fyrir nokkrum árum þann mann sem fyrstur flaug umhverfis tunglið og við settum þessa sögur í samhengi og fannst þetta áhugaverð tenging og náttúrulega höfum bara heillast af þessari þörf að vera alltaf að fara ótroðnar slóðir og kanna nýjar lendur og það var það sem dreif þetta safn í gang. Hversu nákvæm verður eftirlíkingin og hvar verður hún smíðuð? Eftirlíkingin verður mjög nákvæmlega utan en það má eiginlega segja að þetta sé svo að smíða bíl en engin vel í honum, hún mun ekki fljúga þannig að við getum leyft okkur að vera svolítið minna nákvæm í smíðinni að innanverðum og við stefnum að því erum þegar komin í viðræður hér við Verkmenntaskólann á Akureyri og Blikkráss að vinna að þessu verkefni með okkur. Ef það gengur upp þá það virkilega spennandi, gaman að geta komið svona verkefni í skóla og þetta sem sagt verkefni sem við erum að vinna fram til ársins 2019 en þá eru 50 ár frá í rauninni fyrsta flugi tunglferju og síðan 50 ár síðar því ári frá fyrstu lendingu á tunglinu og við erum auðvitað að fagna og minnast þessari tímamóta. Eru til slíkar eftirlíkingar víðar í heiminu, vitið það? Já, það bæði til náttúrulega tunglferjur sem þeir höfðu smíðað og án þess að fljúga og eins eftirlíkingar en þetta mjög sjaldgæfur gripur. Smithsonian-safnið með tunglferju til dæmis og þaðan munum við fá teikningar að þessari tunglferju og við höfum góðan stuðning bandaríska sendiráðsins og NASA og Apollo-geimfara, 5 Apollo-geimfara sem hafa heimsótt okkur. Þannig að við erum mjög bjartsýnir á þetta. Við höfum býr í seglin. En hvernig komist þið í samband? Ekki nú nóg bara að skrifa bara einn tölvupóst bara Dear Sirs? Nei, það auðveldaði okkur nú mikið að Bill Anders sem að flaug fyrstur frá jörðu yfirgaf sporbaug jarðar og fór til tunglsins eins og nafni minn benti á áðan. Hann var hjá okkur í 3 daga 2013 og við fórum með hann inn í ösku og það opnar leiðir, hjörtu og hugur þessara manna sem komu hér ungir í blóma lífsins til Íslands og æfðu fyrir tunglferðina og þeir hafa sagt okkur það og Harrison Smith sem var eini jarðfræðingur, hann sagði það að Íslandsdvölin skipti gríðarlega miklu máli fyrir allt í tunglferðum og þeir lærðu þar að velja steina og sýnisorn af því að ferðin til tunglsins sem Kennedy ákvað var ekki bara það að fara upp og stíga á tungli og tilbaka, hún var vísinda og það var að afla upplýsingum um tungli og þess vegna var það svo mikilvægt að þeir lærðu að þekka sýnisorn
sem þeir lærðu og Harrison Smith sagði okkur það að Neil Armstrong hefði verið afbragðsmaður í að velja sýni og sennilega hefur það líka spilað inn í það að hann var valinn til þess að fara fyrstur. En það var hans fyrsta verk þegar hann steig út úr erninum, þegar örnin hafði lent, það var að beygja sig niður og taka sýni og setja í vasa á buxunum sínum, ef þeir þurftu að yfirgefa fyrirvaralaust. Og það var þekking sem hann hafði frá Íslandi, Þingeyjarsýslum. Hvað heldurðu nú að Garðar Náttfari hefði sagt ef hann hefði nú vitað þessu? Ég held að þeir væru mjög ánægðir með þetta. Þetta náttúrulega bara áframhald af þessari könnunar þörf mannkins og það sem víkingarnir gerðu fyrir 1000 árum síðan og það sem að geimfarar gera enn í dag, að fara yfir hinar miklu vegalengdir hafs eða geims. Þetta í rauninni og í grunninn til sama verkefnið. Menn að fara út í miklar áskoranir og takast á við þær og það geta fylgt þeim sigrar og það geta líka fylgt þeim auðvitað sorgir. En þetta er þessi þörf okkar alltaf að kanna nýtt.